gestir og velkomin að leiksýninguna okkar, Dýrin í Hálsaskógi. Mikið ofsalega gaman að sjá ykkur hér. Kunnið þið söguna Dýrin í Hálsaskógi? Já! Þá megið endilega taka þátt í söngnum þegar öll dýrin að syngja saman. Ykkur hér inni með síma? Ef svo ertu það til í að slökkva á honum núna? Takk fyrir. Það nefnilega ekki boðið að skoða Facebook eða svara í símanum meðan sýningu stendur. Við vonum að þið njótið þess að vera með okkur hér í Reykholtsskóla. Við ætlum allavega að skemmta ykkur næsta klukkutíman eða svo. Hálsaskógur er samfélag dýra ekki ósvipað því sem gerist í mannfólkinu. Þar býr sundurleitur hópur með mismunandi áhugamál og skapgerð. Sagan fjallar virðingu og tillitssemi og það best sé að lifa í sátt og samlyndi, því þá líður öllum vel og lífið er auðveldara. Við erum stödd í Hálsaskógi og það búa fullt af dýrum, sumir smá og sumir stór. Í skóginum býr líka mikið refur sem veit fátt betra en músasleik. Hér mætir mikið sjá, með mjóa klóa tá og mjúkan bel sem merkir svip sem ekta okkar fá. Ég ligg í leini þétt, við lágan runn og rétt, lukt ég fengt hver lítil mús löngum illa sett. Ég gagga kalli nú í músaskyni, ég kveikja með brauð og tínum þinni, með litla mýtnum mér og maski stempast fyrr. Hér einn og tveir og þrír og þá með þökk hún étin er. Á veiðiför ég fer og frakkan rauðan ber, minni dýr og mörg og fjöld þá mega gáfa sér. Þau skjálfa eins og urt í ógn og flýja burt, því margar sögnir mínar slær þau munu hafa spurt. En í mosa músa til ég greini, sjá Martin kallinn læðast þar hjá steini. Hér hafa hljótt sig, en hérna fel ég mig, litla morgna músa grein og mætti vara sig. Held ég mig á staðnum í því netum sofna ber, 10 handa frænku og 20 handa mér, og af þeim ég 8 þá eru 12 að bjóða. Hér á stundum skiptum fyrir Hunámsköku góða. Nú bara vona ég mæti honum ekki mikkari ef því hann er hættulegur. Það er mikið. Hvað ertu með í körfunni? Ekkert, bara pípaköku. Hvað ertu með hana? Nei, mikið, þú færði ekki. Af hverju? Já, mamma er að koma eins og í dag. Hvað ertu með hana? Það sýtir bæði þig og ömmu þín. Nei, mikið, ekki mig. Jú. Var eitthvað stundum veiðum bak við tré. Hvað varstu að segja þarna, Kráka? Stundum veiðum bak við tré hægra megin við þig. Það var best að fela sig. Heimski mikkir er ekki skemmt að ég plata þér svona. Krákukjáni. Og hvert fór músin? Löngu farin. Bíddu, þetta er víst hann Lilli Klifurmús. Honum skal ég nú ná. Hér kemur Lilli og Klifurmús sem klæddi bein í sérhvert hús. Einn bögglu söng á músík og mús og meistaragítar sláttur
Mikki hér í heila viku. Það langur tími. Lilli minn, ég með nægan tíma. Þá ég að spá ég að búa til smá vísu. Bara svona minni dýr. Mikki, ertu nokkuð ennþá? Já, komdu niður ef þú vilt tala við mig. Ok, býta aðeins, ég er að koma. Þetta var sko, það var nauðsynlega að Veistu, ég held mér fellur betur við henni uppi. Ég ætlaði bara að spyrja dálítið. Ó já, spurðu þá. Ég ætlaði bara að spyrja. Það var nokkuð móti skapi að ég ræða þetta með við býðum. Nei, býttu. Þetta breytist tónleika í skóginum. Það er ekki víst að þið finnist vísu þannig. En það er ekkert víst að þetta ekki við svona skemmtilega. Nú, hví ekki? Það er dálítið sorglegar. Sérstaklega fyrir Refi.
finn mér eitthvað annað til að éta. Ok. Nikki vaknaði og var ekki par ánægður með það að Lilli hefði stungið af eins og þið sáuð. Hann var svo voðalega svangur að hann brá á það ráð að fara til Hérastups bakara. Hann ætlaði nefnilega að borða allar kökurnar hans. Hinum fræga Hérastubb helgast þessar stökur. Hann á brauð og bakari og bakar hverja stund í því. Kostar góðar kökur, ótal kökur eru til í því nektarbúri. Einu stór og önnur smá, allar hreittar til að sjá. Rjómaós á flúri. Vínarbrauðin morgar fást, vöfflur, hringir, snúðar, hveitibrauð og haldabrauð og hverabrauðin synt og rauð og piparkökubrúðar. Hérastubbur hefur og hunangsbrauð með kremi. Í bakaríi bakar hans, í brauðagerðarlistum hans vildi ég vera nemi. Já, pinnið, ha, pinnið, ha, já, pinnið, ha, pinnið, pinnið, ha, pinnið, já, 1, 8, 4, 26, 18. Bakaradrengur, ertu þarna? Hæ, já, meistari, ég er hér. Flott, sko, í dag átt þú að baka piparkökur meðan ég er í búðinni og sel brauð. Ha, á ég að baka piparkökur? Aleið? Já, það verður ekkert mál, er það nokkuð? Nei. Þú verður samt að sýna mig hvernig. Já, það er ekkert mál að baka piparkökur því við erum með okkar eigin piparkökusöng og ef þú gerir allt sem sagt í þessu söng, þá verður úr því piparkökur. Hvernig er þessi söngur? Hvernig þessi söngur? Hann er nú svona, hlustaðu nú mjög vel og alls ekki sofna. Nei, svona á með að gera þetta. Þegar piparkökur bakar skökur gerða maður tekur fyrst af öllu steikjan pottið og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörin en það næsta sem hann gerir er að hræra kíló sykur saman við það heillir mín. Þegar öllu þess er lokið hella stapla eggjarauðu saman við og kíló hveitinslæri og í pottinn vel. Síðan á að setja þetta aðeins litlar teskir pipar. Svo að þá að hnoðar deigið blæða það svo út á fjall. Svona er það söngurinn. Já, þá er þetta engin vandi. Svo fletur út degið eins og pönnukökur, Svo fleti út degi eins og pönnuköku, býtir karla og kerlingar á deginu, býtir kalla og kettlingu á deginu, leggur kökurnar á plötuna legg kökurnar á plötuna og bakar svo í ofninum. og baka þessu á jöfnunum. Já, alveg rétt. Já, alveg rétt. Er þetta nokkuð mál? Nei. Byrja að baka drengur.
Bakaradrengurinn ruglaðist að sér í rýminu og setti 1 kíló af pipar í staðinn fyrir teskeið. Jæja, hvernig gekk? Jú, það gekk nú bara vel. Má ég smaka? Já, ekki svo vel. Atsjá! Hvað ertu búinn að gera, drengur? Þetta er alveg ógeðslegt. Það er ekki að bjóða neinn upp á þessar kökur. Ég gerði bara það sem þú sagði mér að gera. Það getur bara alls ekki verið. Segð mér hvað þú gerðir. Þegar piparkökur bakar kökur gerða maður tekur. Fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræði yfir eftir smjöri er það mesta sem hann gjör. Er að hræra teskeið sykur saman við það heillin mín. Það var kíló af sykri, ekki teskeið. Ó! Hvað gerðir svo? Þegar öllu þessu lokið hellast átt að eggjarauður saman við og kíló kemur hrærist ofan í pottinn vel. Síðan á að setja í þetta bara aðeins kíló pipar. Ha? Kíló af pipar? Nei. Það var teskeið af pipar. Þú ert alveg brjálaður. Já, en þetta eru piparkökur. Já, en það var teskeið af pipar. Ó. Hérastubbur var ekki ánægður með bakarvörun, en það var lítið sem hægt var að gera í þessari vitleysu annað en að læra af mistökum. Á meðan að Hérastubbur ræddi við bakardreng kom mér auga á Mikka, en hann var á leiðinni í bakarí til að ræna öllum kökunum sem til voru. Hérastubbur og bakaradrengur flýttu sér að fjarlægja allar ættar kökur og setti í staðinn pipruðu piparkökurnar í afgreiðsluborðið. Góðan daginn, herra Mikki yfir. Góðan daginn. Ég ætla að fá allar kökurnar ykkar. Ha, hversu margar kökur segir þú? Ég sagði allar. Já, það er þá 5 krónur og 30 aurar. Ég ætla ekki að borga neitt. Þá færðu heldur enga kökur. Ef þú gefur mér ekki kökuna, ætla ég að geta ykkur öll. Nei, viltu ekki bara borða kökunar? Jú, endilega. Oj! Hvaða ógeð er þetta eiginlega? Sko, hann afi minn, hann var sko vitur maður og hann sagði að svona stórar kökur, þær voru sko ógeðslegar á bragðið. En keyptar kökur, þær voru sko sætar og góðar. Afi þinn er algjör rulludallur. Hann hafði nú samt oftast rétt fyrir sér. Ok, sannaðu það. Þú hefur rétt fyrir þér. Ég ætla að ná í meira pening. Mikki fór heim að sækja meiri pening og meðan settu bakaradrengur í Hérastubbur gómsættu kökurnar í hillurnar. Mikki var allt annað þegar hann kom í annað sinn. Góðan daginn. Er þetta veskan hennar ömmu minnar? Nei! Þetta er ekki veskin ömmu minnar. Afsakaðu þetta. Það er þá 5 krónur og 30 aurar. Hérna. Mikki greiddi fyrir kökurnar og fór glaður út í skóg að borða. Það var svolítið skrítið veski. Fannst ykkur það ekki? Já. Það var ekki bara Leifurinn sem reyndi að borða dýrin. Patti Froggdóttir reyndi að borða önnur skógamús. Nammi. Þarna kemur yndilegs músasteik. Alveg mátalega stór handa mér. Ha, heyri, ég skal bíða til hún kemur nær. Þegar litla músin úti er, má hún alltaf
músusteiki mín. Ég skal lemma mús. Vindurinn leiddi ömmu mús í burtu og sem betur fer slapp hún frá hann baki. Amma mús lenti á Martin skrómús og sagði alla söguna. Marteini fannst það mjög sorglegt að dýrin í skóginum skyldu að borða hvert annað. Hann ákvað því að ræða þetta við vin sinn Lilla Klufmús og fór því að hitta hann. Þá var það ákveðið að við förum á morgun og tölum við Bangspappa og sýnum honum nýju lögin fyrir dýrin sem við sömdum. Já, þetta er líka svo frábær lög hjá okkur, hann hlýtur að styðja þau. Í dag er mánudagur og það er stór þvottadagur hjá okkur. Ég skal hjálpa mamma að safna óhreina þvottinu saman í hrúgur. Æ, það er nú fallega gert að það, elsku minn. Ég fer með í vatn og sápu. Núna þegar mamma er farin, þá ætla ég að fela mig undir hrúgunni, svo hún veit ekki hvar ég er. Jæja, ég kem með vatnið. Nó, það er aldrei hrúgaþvott í dag. Ég er bara svo fram á jólum. Æ, mamma, þetta áttur ekki að gera. Nú er ég allur blautur og það er eins og ekki baðdagur hjá mér í dag. Æ, varst þú þarna? Ég vissi ekki af þér. Já, ég var líka sko að fyrir. Æ, elsku knúttu minn. Heyrðu, viltu ekki bara fara í bað fyrst þú komin á henni baðland og þá þarftu ekki að fara í bað á laugardaginn? Jú, það er bara gaman. En þú, Tánis Bangsi, þarftu þú ekki að fara í bað? Ég finn lyktina á þér allavega hérðan. Mamma, hættu bara að tala við mig. Þú það? Baða litla bangsamann með blauta sápu mamma kann. Hann skal nú fá hreinan feld, hvað sem verður seint í kvöld. Hörðir skán á hnjám á þér og hálsinn kolasvartur er. Undrun að mér alveg fær, hvað eru skítnar tær. Betur skal ég bangsi minn, hlusta á þér neðbrotin, einnig á í eyra þitt, elsku krúttið mitt. Busla, busla, bangsi mann í balanum, hann við sig kann. Er nú svona ekki neinn á okkar landi hreinn. Þetta er nóg, mamma. Já, þetta er komið nóg. Þú getur farið að leika þér. Bless, ástu mín, fara nú varlega í skóginum. Góðan daginn, kæru vinir. Eru þið komnir? Góðan daginn. Já, við erum komnir og okkur langaði að fá að tala með hann Bangspappa. Já, gangi bara inn. Hann er bara inn í stólunum sínum að lúra. Hvað, eigum að vekna hann bara að síð svona? Já, auðvitað. Það er allt í lagi. Góðan daginn, herra Bangspappi. Bangspappi! Bangspappi! Ég held að það sé dauður! Vaknaðu! Hvað get ég gert fyrir ykkur í dag, piltar mínir? Já, við Lilla Klufmús hefum búið til ný lög fyrir dýrin í skóginum og ef allt þetta fara eftir þeim þá áttu öllum að vera óhrædd og vinir. Er ekki allir vinir í skóginum? Nei, það er ekki bara refurinn sem er hættuleg, það eru fleiri. Þá verð ég bara að fara að heyra í lög. Þá verð ég bara að fara að heyra þessu lög, sko. Já, þeir eru svona. Fyrsta grein. Öll dýr í skóginum eiga að vera vinir. Já, öll dýr í skóginum eiga að vera vinir. Númer 2. Ekkert dýr má borða annað dýr. Já, ekkert dýr má borða annað dýr. 3. grein. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér matar má ekki taka frá öðrum. Já, þetta eru bara fínustu lög, sko. Við verðum að setja í að finna öllum hinum dýrum. Martin skrómús, Lilli Klufmús og Bangspappi ákvað að kalla öll dýrin í skóginum til fundar daginn eftir.
Það var mikil samkoma þar sem dýrin töluðu saman hvað hafði gerst í skóginum og hvað mátti fara betur. Að lokum samþykktu öll dýrin lögin og það var haldin veisla. Sem bara borða kjöt og bjúgu alla daga. Þeir feitir verða flóna því og fá svo illt í magann. En gott er að borða gulrótina, prófa brauðið, steinsja, lifnar, bækir, ber og kartöflur og knámbrauð og brauðnetti. Að fá allir metta maga eins og lömbi alla daga, eins og lömbin út í haga, lausnistreim og leti. Sá fávit fisk og kjöt, hann frændu sína étur. Og maginn sýkist molnar törn og meltan ekki getur. En gott er að borða gulrótina, prófa brauðið, steinsja, lifnar, bækir, ber og kartöflur og knámbrauð og brauðnetti. Þá fá allir metta maga eins og lömbin út í haga, lausnistreim og leti. Sá verður eins og fávit gata. Nammi, hvað þessi krækiber eru góð. Lífið í skóginum var allt annað eftir þetta og vinátta ríkti í skóginum. Uglan fór að fara krækiber og Mikki refur var allt annar og reyndi af öllum mætti að vera góður vinur, þó það hafði nú ekki alltaf gengið. Þarna kemur Mikki, þið getið séð hvernig honum líður. Það getur enginn lifað á þessum bergjum, gulrótum og káli. Új, bara. Oh my god, ég finn lykt af einhverju geðveiku. Þetta er lambalæri! Sérðu kona? Það hefur ykkur verið hér í nótt. Þarna eru refaspor. Förum og finnum hann. Förum á refaveiðar. Mikki rændi reykti lambalæri á bóndabænum og þegar bóndinn, hundurinn og bóndakonan leituðu Mikka fundu íkornabörnin og bangsalilla að leika sér í skóginum. Heyrðu, sérðu kona? Hvað er þarna? Þetta er ekki refur. Þetta er lítill bangsi og við getum selt hann og grætt fullt af peningum. Tökum hann. Æ, nei, ekki! Já! Þau rændu bangsalilla og ætluðu að fara með hann í fjölleikahús. Íkornabörnin fór heim til bangsapappa og létu vita. Bangsapappi náði öll dýrin í skóginum til kaffa við leitina. Við verðum öll að hjálpa stafi að leita að bangsalilla. Dýrin leituðu bangsalilla og Mikki refur hjálpaði þeim. Hann þefaði hann uppi. Ég fann hann! Svo hjálpuðust dýrin að við að ná bangsalilla þar sem hann var læstur í skemmu á bænum. Uss! Ekki vekja hundinn! Lilli Klifurmús, Martin Skógamús og Mikki refur hjálpuðust að við að frelsa bangsalilla og þegar hann kom heim fögnuðu dýrin. Af þessu lærðu dýrin að það skipti máli að hjálpast að og spæta saman. Ef þau hefði ekki verið vinir þá hefði þau getað bjargað bangsalilla á þennan hátt. Ha, þetta var vel gert hjá okkur. Víst að búið að bjarga mér og pappa 50 ára afmæli. Eigum við ekki að halda veislu? Jó! Gerum það! Gerum það.
komuna.